Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Hjá mér er Jón Sigurðsson, lögmaður. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Þú ert lögmaður lítillar stúlku og fjölskyldu hennar sem hafa verið svolítið í umræðinu núna síðustu daga en það á að brottvísa þessu fólki til Venesúela. Stúlkan með eitthvað heilbrigðisvanda sem að þarf athygli lækna hér á landi en þrátt fyrir það þá hefur það einhvern veginn ekki mikil áhrif á þessa brottvísun fyrirhuguðu. Hvað getur kannski bara útskýrt fyrir okkur bara svona fyrir það fyrsta hvernig líður þessu fólki? Ég held að þeim líði bara mjög illa. Þau eru búin að reyna allt sem í þeirra valdi stendur til þess að svona berjast í kerfið eftir að þau fengu synjunarúrskurðinn frá kærunefndinni, kærunefnd útlendingamála. Og já, þau eru búin að gera allt sem þau geta en voru svona að fá ákveðna loka synjun núna og já, þeim líður ekki vel. Nei, þetta er auðvitað mikið álag og það er kannski þó að ég sé mögulega ekki alveg 100% áttu litla stúlkan á því hvað sé í gangi, þá hlýtur hún auðvitað kannski að finna fyrir því að það er spenna heima fyrir ímynda ég mér en getur þú kannski leitt okkur aðeins svona í gegnum þetta mál, hvenær kemur þetta fólk hingað? Þau koma sem sagt hingað til lands í júlí 2023 sækja það alþjóðlega vernd og fara í gegnum þetta hæliskerfi og ég sem sagt fer þá að vinna fyrir þau frá upphafi og það kemur í ljós á meðan þau eru hér á landi sem sagt að hún sé með þennan heilsufarskvilla sem ég svo sem ekki sérfróður í að útskýra en er einhvern veginn fólkin í því að lærleggurinn er ekki fastur við mjöðmina og það þurfti að framkvæma nokkuð flókna skurðaðgerð hér á landi sem krafðist aðkomu erlendra sérfræðilækna og sem að það fólkin í því að laga þetta, koma leggnum einhvern veginn nær mjöðminni og svo festa með málmplötu. Hún er búin að vera í mjög mikið undir læknishöndum og hún þarf að vera áfram. Og það liggja fyrir læknisvottorð þetta að hún er fyrirhuguð í aðgerð á Landspítalanum í þann 10. febrúar og hún krefst líka stöðurar eftirfylgni að lágmarki í einhver tíma í kjölfaraðgerðinnar en raunverulega ef þú ferð eftir læknismati þá er þetta áralangur prósess sem hún þarf að fara í. Og ef ekki haldið vel á spöðunum þá getur þetta leitt til þess að hún muni glíma við fötlun í framtíðinni af því að þetta er eitthvað sem maður getur gengið tilbaka. Já, þannig að það er í rauninni, það má segja að þetta inngrip til hálfs gæti haft meiri og svona djúpstæðri afleiðingar á bara framtíðsari stúlku og hennar fatlanir. Ég reyndi að gera mér ekki grein fyrir því hvað hefði gerst ef það hefði aldrei gripið inn í. Ég bara hef ekki alveg forsendum til að svara því en að minnstakosti bara það sama og hefði verið. En já, þetta kemur í ljós undir meðferð málsins. Það er lögð fram ítarleg gögn þetta. Þetta er ekki álitið nóg til þess að veita stúlkunni og hennar fólki svokallað mannúðarleyfi. Þrátt verið að það megi alveg færa rök fyrir því að þetta ætti að leiða til þess, sérstaklega þegar kemur að svona ungu barni, hún er bara 3 ára gömul. Og það er bæði niðurstaða Útlendingastofnunar og svo líka kærunefndar útlendingamála sem að kemst að þessari niðurstöðu núna í nóvember síðastliðnum. Og þá má líka bæta við að þau voru bara nokkrum dögum frá því að hafa dvalið hér á landi með virka umsókn í 16 mánuði. Já, og sem er sá tími sem að þau þurfa til þess að fá upp tekið málan í að breytist forsendur. Já, það er raunverulega líka mannúðarleyfi sem þú færði ef þú hefur verið með virka umsókn og ekki fengið loka niðurstöðu innan 16 mánuða ef það er barnafjölskyldur, það er 18 mánuðir annars. Þannig að þau fá þessa synjun bara korter í það að hafa fengið mannúðarleyfi og eftir þetta þá eru þau komin í þá stöðu að hafa 15 daga til þess að verða við
þessu og það fylgir alltaf synjunar ákvörðunum í þessum hælismálum, þá fylgir alltaf brottvísunar ákvörðun, þá hefur fólk 15 daga til þess að verða við, annars verður þeim brottvísað og brottvísun fylgir endurkomubann yfirleitt til 2 ára og fólk hefur auðvitað hagsmuni af því að forðast það að lenda í brottvísun, þannig að það er svona svolítið þvingast kannski í að fara í sjálfviljuga heimför þrátt fyrir að vilja það ekki. Nei, það eru fyrir þá sem ekki vita, þá eru þessar lögreglufylgdir ekkert grín, það er fólk, þú veist, er nefnt í gæsluvarðhald í einhverja daga, það þekkist og það er hreinlega handtekið og því er fylgt með nokkru offórsi úr landi ef að það fer ekki sjálfviljugt. Já, það er alveg rétt og eitthvað sem að maður kannski vill ekki leggja á lítið barn. Nei, einmitt og þegar að börn í spilunum þá getur það verið þannig að foreldrar séu handteknir og börnin tekin af barnavernd í ykkur tíma þangað til að brottvísunin er framkvæmd, þannig að þetta eru auðvitað aðstæður sem að fólk vill ekki setja börnin sín í. Þannig að þetta heitir sjálfvilju heimför en það er svona... Þetta er svona skárri kostur af tvennu illu. Já, og það má alveg velta fyrir sér hversu eðlilegt það er að kalla þetta sjálfvilju og heimför. En þannig að það sem þau hafa verið að gera er að þau eru að reyna að vinna með yfirvöldum. Við fórum að fund hjá Útlendingastofnun og útskýrðum stöðuna. Hér er barn sem er bókað í aðgerð sem er bara nauðsynlega mati íslenskra lækna og íslenski læknar hafa lagt áherslu á að það séu þeir sem sinni þessu verkefni. Já, það er einhver svona sérhæfður sérfræðingur sem bara veit nákvæmlega hvað þessi stúlka þarf. Og hefur sérstaklega innsýn í nákvæmlega þetta mál og það er mikilvægt að þessi sami sérfræðingur sinni þessu verkefni. Þetta kemur fram í gögnum. Og þessi sjálfviljuga heimför, hún er ákveðin, við fáum tilkynningu það núna í janúar, hún sé ákveðin bara núna 5. daginn, það er þá 15. janúar og við förum að funda þarna í aðeins fyrir, það var þá í nóvember, desember og biðjum að fá frest á sjálfviljugu heimförinni fram yfir aðgerðina sem var alltaf fyrirhuguð í febrúar og því var hafnað núna í janúar og okkur tilkynnt að hún skildi fara fram ekki morgun heldur hinn og ég óskaði eftir að þetta er endurskoðað meðal annars vegna þess að við fengum svona nákvæman tíma á aðgerðina sem var 10. febrúar óskaði eftir endurskoðun og því var aftur hafnað að bara nýbúið að tilkynna mér það fyrir þeirra hund að þessu hefur verið hafnað. Þannig að öllu óbreyttu þá stendur þessi stúlka og fjölskyldan hennar frammi fyrir því að við verðum að vísa hérna úr landi bara ekki á morgun heldur hinn. Já, og það fariðu í svo kallega sjálfviljuga heimför og það eru allar líkur að þau verði við því að þau eru bara hrædd við að hvað það þýðir að vera brottvísað á lögreglu. Nú eru þetta stórir hópar Venezuela fólks sem kom hérna fyrir það fyrsta í boði íslenskra stjórnvalda og hafa ekki fengið endurnýjun á sínum dvalarleyfum og mannúðarleyfum eða hafa ekki fengið samþykkt núna svona seinna. Við erum að sjá mikið af brottvísunum á þessum hópa, það bara verið að skópla þeim hérna út úr landi. Ég held að sé bara í hverri viku heyrir maður af minnst 5-10 einstaklingum sem hafa bara eitthvað svona eins og jörðin hefur gleypt á, Og hvað gerist þegar þetta fólk snýr aftur til heimalandsins? Það er náttúrulega hægt að tala fram og tilbaka pólitíkina sem er þar og þetta alls konar upplýsingar í gangi, en án þess að kannski taka afstöðu til þess, þá vitum við eitthvað afdrif þessa fólk sem snýr tilbaka. Ég held að við séum ekki með neina góða heildarmynd af því hvað tekur við þeim og svona það sem að ég... Hefur íslenska ríkið eitthvað til dæmis bara kannada hvað gerist þegar þetta fólk er sendt heim? Ég meina mörg þeirra búin að búa hér og kalla það heima í mörg ár en svona til Venezuela. Sem sagt það eina sem ég er meðvitaður að hafi verið framkvæmt einhvers konar rannsókn á var þegar að það var svolítið stór hópi fólk sem var sendur í nóvember 23
Þau voru send sem sagt, með leiguflugi til Caracas í Venezuela og á móti þeim tók sem sagt, lögregla og sem sagt, það var mjög margt þetta var náttúrulega fjallað töluvert þetta í fjölmiðlum. Þau voru raunverulega handtekin og þau voru færð í sem sagt, varðhald sem stóð yfir í einhvern sólarhring sko, og og já, það var reynd að gera eitthvað úr þessu við sem störum á þessum vettvangi, við reyndum að benda á það að það hafi verið framinn augljóslega einhver brot á þessu fólki þegar þau komið til landsins en svona líka bendum á að við vitum ekkert hvað tekur við svona í framhaldinu. En það liggur allan fyrir að það voru tekin vegabréf af einhverju fólki í einhverju tilfellum virðist hafa verið að það hafi verið tekin af þeim peningur sem það hafi fengið frá í tengslu við brottföruna og svo þetta voru farið í varðhald eins og ég sagði og þetta voru allt saman vopnaðir lögreglumenn sem komið þarna að og þannig að þetta var svona þetta var svolítið brútal og það var framkvæmd einhvers konar rannsókn á þessu af hálfu dómsmálaráðuneytisins og Útlendingastofnunar held ég að það hafi verið og sem var fólgin í því að senda út einhvern spurningalista á þennan hóp. Þau fengu tilbaka mjög takmarkað svar, eitthvað 50% svar, eitthvað svoleiðis og þau töldu út frá því að þau hefðu bara rannsakað þetta nægilega. Þannig að hvað veit maður? Maður veit ekkert hvað tekur við þessu fólki. Nei. Nú svipar þessu máli óneitanlega mikið til mál Jasans sem var meðal annars valinn maður ársins bara núna í kryddsíldinni. Jasan og fjölskyldina hans fengu mannúðarleyfi eftir mikla baráttu aktivista og bara almennings sem var misboðið og það svona að mér virðist allavega að þetta sé svona mál sem virðist allavega verða nokkuð stórt bæði í fjölmiðlum og meðal almenning sem misboðið aftur fatlað barn sem á einhvern veginn að brjóta og við erum að tala foreldra sem eru boðin og búin að meira segja samþykkja að fara til Venezuela en bara ekki alveg strax á meðan að dóttir þeirra bara hún hólpin, þá eru þau tilbúin til þess að gera þetta bara í sameiningu við Íslenska ríkið og þetta virðist ekki verið boði. Hafið þið fengið ykkur viðbröð eins og frá nýjum ráðherra, dómsmála eða félagsmála? Svo sem ekki það við höfum kannski leitað heldur sérstaklega til ráðherra þannig svo sem geti ekkit beinilegt gagnrýnt það en Ég getur sagt frá því að þær höfnuðu því báðar að koma í viðtal í dag. Já, einmitt. Og morgun og í vikunni. Þannig að þær eru ekki alveg tilbúnar til þess að ræða þessi mál akkurat eins og staðan núna en já, það kannski ekki skrítið því að síðasta mál sprengdi ríkisstjórn. Já. Vilja einhverjum minna allavega. Einmitt. En hvert framhaldið fyrir þessa fjölskyldu? Eins og staðan núna þá sýnist mér öllu að barnið og fjölskyldan þurfi bara snúa aftur til Venezuela þau, eins og ég segi, þau þora ekki að láta brottvísa sér hvað gerist þá? Þau fara til lands það sem heilbrigðiskerfið alveg í mólum og það liggur ekkert fyrir það hvort að barnið gerir muni fá þá nauðsynlega aðstoð sem hún þarf að halda og það bara eða bara hvort að þessi tiltekna aðferð sem notuð hér sé þekkt þar eða þú veist það eru mismunandi aðferðir víst á milli heimsluta hef ég heyrt í svona læknisþjónustu þetta er bara mjög flókið fyrir utan það að ég meina í þessu tiltekna máli þá þetta líka fólk sem tilheyrði stjórnarandstöðunni í Venezuela. Þetta var fólk sem var aktíft í mótmælum og slíkt þannig að þetta líka alveg fólk sem geti bara lent í basli hreinlega við það að vera sendt tilbaka en svona það sem kannski svona mest frábröðið þeirra máli finnst mér og við kannski svona flest mál varða barnið og þessa heilsufarskvilla. Hver var í svona óskastaðan þín sem lögmanns ef við fengjum eina ósk frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar hvað myndirðu vilja gera? Í þessu máli? Já. Mér finnst algjörlega ótækt að það hafi ekki verið samþykkt að veita þeim það er lágmarksréttindi að vera fram yfir þessa nauðsynlegu aðgerð. Mér finnst það óverjandi. Mér finnst ég sé ekki að það sé
forsvaranlegt að hafna þessu að því að það er skýr heimild í lögunum fyrir því að ef það er sanngirnissjónarmið fyrir hendi að fresta svona sjálfurili heimför og það er svona lágmark sko, fyrst að þau eru til í það. Auðvitað hefði ég viljað auðvitað myndi það vera líka óskastaða fyrir mig sem lögmann ef að réttarkerfið hér á landi í þessum málaflokki væri þannig að fólk ætti eitthvað séns á til dæmis að fara með málið sitt fyrir dóm. Það er auðvitað ekki raunverulega möguleiki fyrir hendi af því að það sem gerist er fólk er bara hent úr landi. Af því að ef þau ætla að fara þá leið þá þurfa að óska eftir það sem heitir frestun réttaráhrifa sem að þau þurfa að óska eftir hjá kærunefnd útlendingamála sem er sami aðili og úrskurðar í hælismálinu þeirra og hefur enga sérstaka hagsmuni á því að fallast á slíka beiðnir og ég veit nú ekki alveg prósenturnar en mér skilst að það sé í háu 90%-unum sem sagt höfnunar Já, þú sést að hafna því að fresta réttaráhrifum. Já, þannig að það er umverulega aðgengi að dómstólum er verulega takmarkað og það finnst mér að vera verulega slæmt í þessu málaflokki í heilsinni og sérstaklega þessu máli því að ég myndi vilja fara með þetta mál fyrir dóm. Nú erum við talað að þetta sé hælisleitenda vandi. Er vandinn kerfislegur? Eða er það aðsókn fólksins hingað sem er vandamálið? Þetta er auðvitað bara rosalega flókið og og það er alveg valið að hafa mismunandi skoðanir á þessu. En það er að minnstakosti hægt að benda á mjög víðtæka galla í kerfinu og þannig að ég get allan að fullir það og bara til dæmis svona í tengslu við kostnað og slíkt, það er alltaf verið að tala upp kostnaðin í þessu kerfi á sama tíma og við erum vel að bönnum eins og fólki að vinna, það er rosalega einkennilegt og það er náttúrulega, víðtækari gallar en það sko. Jón Sigurðsson, lögmaður, þakkaði kærlega fyrir að koma hérna og útskýra þetta mál og við höldum áfram að kannski og bara höldum áfram að fylgjast með þessu og fáum að nippa í þig hérna bara á morgun eða hinn, svona fáum að vita framvinduna og hvort eitthvað breytist. Já. Þakkaði kærlega fyrir og gangið vel. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.